Já, nú skulum við fara í hvernig við búum til Wikibók eða Wikileksju á is.wikibooks.org og þessi Wikileksja sem við ætlum að búa til, sem semst bara ein blaðsíða af námsefni, hún á að tengja í myndir á sameiginlega myndasafninu Commons og hún á að tengja líka í greinar á Wikipedia og hún á að innihalda kafla sem að prófar gefur þeim sem að les efnið færi á að prófa sjálfan sig, semst eins konar krossapróf, og hún á líka að hafa tengingu í eitthvað fyrir utan Wikipedia, til dæmis YouTube-vídeó. En við skulum byrja á að skoða aðeins betur greinina glerblástur sem ég verið að tala um áðan og skoða hvernig hún sett upp, að það þetta er námsgögn og námsefni gler, og það er talað um gler og glerblást bræðslu og glerblástur, en síðan kafli sem spurningar, þar sem eru spurningar til nemandans sem eru svona bara ekki, þær eru ekki prófaðar neitt, þetta er svona til þess að hann geti prófað sig sjálfur, og síðan krossapróf og segjum að ég taki bara krossaprófið svona, ég ætla ekkert að lesa þetta, þá ég ætla að svara þessu krossaprófi, að þá fæ ég hvað mikið er rétt og hvað mikið er rangt. Rangu svörin eru með rauðu og réttu með grænu, og svo fæ ég stigafjöldin minn er þessi. Nú, og síðan kafli heimildir og tenglar, og eitt af þessu sem gerist oft ef við erum að safna tenglum, að þegar maður skoðar þetta einhverju seinna, þá einhverju tenglar sem eru kannski útrunnir eða það hefur breyst, og tökum sem dæmi þetta fyrsta sem á tenglalistanum, það YouTube-vídeó sem ekki finnst lengur vegna þess að notandinn bara horfinn, hann búinn að taka vídeó sitt út. En það mjög einfalt að breyta þessu í þessari Wikileksju. Ef ég fer hérna í breyta, að þá til dæmis fyrsta, það var þetta vídeó, og ég þurrka það bara út, þessa setningu sem vísar í það, og fer svo í fyrsta síðu, og þá ég búin að þurrka út það sem ekki virkaði lengur. Og þetta einn kostur við að nota svona Wikisíðu, það svo auðvelt að breyta, en það líka mjög auðvelt að nota Wikisíður að því leyti að það geta margir unnið í sama skjalinu, og ef maður notar Wikibooks þá það opið og opinn aðgangur, og maður getur ekki, þetta ekki manns eigin bók sem maður ræður alveg óskorað yfir. Ef þetta væri okkar eigið Wikikerfi þá væri það þannig, en af því þetta Wikibooks þá getur hver sem komið og breytt Wikibókinni, en þú getur líka breytt henni tilbaka ef þér líst ekki á þær breytingar sem voru. En í flestum tilfellum það eru flestir að bara eins og í þessu tilfelli þar sem ég var bara að laga tengil sem ekki virkaði lengur. Það eru flestir þannig að þeir eru að breyta vegna þess að þeir vilja taka þátt í að búa til betra efni, en það gera skemmdarverk og þá auðvelt að koma í veg fyrir þau, og ég með sérstaklega leksíu um það. En það ekki komið í veg fyrir þau, heldur auðvelt að laga þau. En núna ætla ég að búa til nýja Wikibók, og hvernig á ég að fara því?
Eitt af þessu sem ég get gert að ég get slegið inn nafnið sem ég vildi hafa á Wikibókina, Wikibók eða Wikilexia, ég nota þetta jöfnum höndum og á það við það sama. En Wikibók getur verið marga blaðsíður, þó við ætlum í þessu tilviki að bara hafa Wikibók sem er eina blaðsíða. Aðeins eitt á meðan áður en ég fer úr þessu glerblástur, glemdi að tala um það, að það er hægt að hafa þetta þannig að nemandinn eða noti Wikilexíuna bara á meðan hún er á vefnum og hann getur gert á síma, það virkar mjög vel á snjalltækjum ýmiss konar Wikikerfin koma ágætlega þar út og laga sig bara eftir tækju notandans, en það er líka hægt ef að við myndum þurfa að taka þetta út sem úr þessu kerfi og við myndum vilja taka þetta út sem PDF-skjal, þá getum við farið hérna í sækja PDF-skrá og þá kemur þetta út, bara eins og til dæmis og laga sig svona bara ágætlega, uppsetningin er bara, kemur svona út og ég þurfti ekki að hafa fyrir þessu, hún kom bara svona upp og svo en auðvitað get ég þá ekki tekið krossaprófið. En þegar ég kom með PDF-skjalið, þá kemur sjálfkrafa neðst í skjalið hver uppruni myndana er og höfundarétturinn og svo framvegis. Þannig að ég er alveg löglega að nota þetta hvar sem er og dreifa þessu hvernig sem ég vildi. Nú, ég ætla að fara aftur tilbaka, ég ætla að fara hérna í, það var hvernig ég ætla að gera nýja bók og ég ætla að kalla hana bara reiðhjól. Þannig ég slæ bara hérna í leitagluggan og það verður líka þannig sem þið byrjið á ef þið ætlaðu að gera nýja síðu á Wikipedia. Það er bara að fara í leitina og slá inn nafnið. Ég ætla að hafa reiðhjól. Og það er ekki til þenn síða sem heitir reiðhjól. Þannig að mér er boðið upp á þannig möguleika að skapa þau síðuna reiðhjóla á þessum viki. Og aðeins eitt sem ég glemdi að tala um, að áður þið byrjað að búa til síður á Wikibækur, þá ætti það að vera búin að búa ykkur til sem notenda, til þess að finna þetta aftur. Og það væri hérna, ef þið værið ekki innskráð, það myndi koma innskráning eða búa til stofna aðgang. Og ég er búin að stofna mig sem notanda og þá kemur hérna efst og ég fullvissam það í hvers skipti sem ég skrifa á Wikipedia að ég sé innskráð. Þannig að þá koma allar mína breytingar undir nafni, eða semst undir notendanafni, þetta þarf ekki að vera mitt eigin nafn. En ég ætla að fara hérna í að búa til þessa síðu og ég ætla að hafa allavega 2 kafla, ég ætla að hafa 1 kafl sem heitir hlutar reiðhjóls og svo ætla ég að vera enda kafla sem heitir saga reiðhjólsins og skrítin hjól. Já, svo var ég að hugsa að hafa kafla sprungið dekk. Og ég ætla nú ekki að gera neitt í augnablikinu, bara vista þetta. Já. Það sem ég hefði þurft að gera, ég ætla að fara henni í breyta, er að ég hefði þurft að setja þetta sem milli fyrirsagnir hérna. Þetta á að vera fyrirsögn, annars stigs fyrirsögn og hérna á að vera annars stigs fyrirsögn og hérna á að vera annars stigs fyrirsögn. Svo sé ég vista síðu og þá sjáu þið að það er komið hérna 3 kaflar.
og ég ætti nú kannski að hafa 4. kaflan. Ég ætla að fara hérna í að breyta og segja bæta hérna við hvernig á að velja reiðhjól. Og ég hef ekkert miklar áhyggjur á þessu, vegna þess að ég ætla hugsanlega að breyta þessum köflum, hugsanlega taka eitthvað út. En það geti hvað gerðist, að þegar ég bætti við 4. kaflanum, þá kom efnisyfirlit. Þannig að ég þurfti ekki að hafa fyrir því. Og nú er það þannig að núna geti ég farið í hvern kafla fyrir sig og bara byrja að skrifa hann og segjum að þetta væri hópur sem að væri að skrifa eitthvað saman. Þá getum við mér sér útdelt í þannig að einn ætti að skrifa þennan kafla og einn annar kafla. Þeir væri ekkert fyrir hver öðrum þó þeir væri að vinna á sama tíma. En ég ætla að fara hérna og setja núna einn mynd sem að ég finn á Commons myndasafninu og ég var nú að hugsa að byrja bara á þessari mynd sem ég var með þarna áðan hjól og sjáðu að ég þurfti að fara í hérna use this file og það er hægt að nota þetta á tvenns konar hátt, annars vegar sem thumbnail eða svona smámynd eða myndina í fullri stærð og oftast nær eru þessar myndir svo rosalega stórar að það passar ekki að nota þetta nema að breyta þessu. Ég myndi geta breyta þessu með því að segja svo hvað ætti að vera margir pixlar. En ég myndi í flestum tilfellum velja þetta hérna og afrita þetta inn í minnið. Ég ætla að gera það. Ctrl+C og síðan ætla ég að fara í hvað er á náttu vikibóki mín. Hún var hérna. Já, og ég ætla að fara hérna í breyta og ég ætla að setja þessa mynd mína bara hérna alveg efst og þessi mynd er þannig að það er allt í lagi að hafa fæl hérna en það er svona betra og eðlilegra á íslensku að skrifa mynd. Og síðan er þetta nafn á myndinni, ég má ekki breyta því, þetta er nafn á myndinni eins og það er að koma á gagnagrunnum. Þetta það þýðir að hún kemur hægra megin og hún kemur í svona lítil eins og þumlunga mynd. En þetta er textin á myndinni. Ég ætla að skrifa hérna bara Hekla. Ég þyrfti ekkert að hafa þennan texta en ég ætla að skrifa núna vista síðu og þá sjáum við að það kemur hérna, ég hefði ekki þurft að hafa neitt texta. En núna ætla ég að fara í að skrifa eitthvað af þessum köflum og ég var að hugsa að fara í að skrifa fyrsta kaflan, hluta reiðhjóls, ég var að fara að gera það. Við ætla að skoða hérna Wikipedia greinina á íslensku Wikipedia reiðhjól og ég mætti taka alveg bara beint úr þessari grein. Ég má alveg bara afrita þetta því að þetta er með opnum höfundaleyfi. En ég þarf svo sem ekki að afrita það vegna þess að ég ætla að vísa í þessa grein. En hugsanlega er ég að skrifa þetta fyrir hugsanlega þessa grein á Wikipedia of þurrnar og of fræðilegar eða af einhverju hleit of nákvæmar og ég geti kannski vilja afrita eitthvað hluta af þessu. En ég ætla að nota nefnilega þessa skýringamynd og skýringamynd sem sýnir nöfn á hlutum reiðhjóls. Og þessi skýringamynd, ég ætla að fara hérna á frekar upplýsingar, hún er á Commons og hún heitir file, eitthvað þetta er nafn á henni og ég ætla að fara hérna í use this file
Og núna ætla ég að því að þetta er, ég ætla að vita hvort ég get ekki bara notað þetta ekki thumbnail heldur nota myndina í heild. Það myndi koma alveg rétt. Og hérna ætla ég að skrifa skýringamynd af reiðhjóli. Skýringarmynd af reiðhjóli. Og ég ætla að sjá hvernig þetta kemur út. Sjáðu þið að þetta kemur samt allt og stórt. Þannig að ég ætla að fara að breyta þessu og þá ætla ég að fara í breyta hluta reiðhjóls. Og eitt sem ég get gert, ef ég vil breyta þessu, þetta greinilega var of stór mynd, er að bæta við svona pípu. Og svo get ég bara skrifað eitthvað, ég ætti nú kannski ekki að hafa þetta mjög stórt, pixlar, 500 pixlar, þannig að þá birtist hún alltaf 500 pixlar. Og hugsalega ætti ég að hafa þetta stærra svo að vera auðveldara að sjá þetta, af því þetta er lítill letur. En ég sé að ég hef, þetta lítið letur á textanum, en ég sé að ég hef skrifað þetta vitlaust hérna, eitt auka L hérna, og svo ætla ég líka að tengja núna í Wikipedia greinina reiðhjól. Og þá fer ég hérna í breyta og ég ætla að taka út þetta L. Og Wikipedia greinin reiðhjól heitir reiðhjól. Þannig að ég fer yfir þetta hérna. Það væri nóg fyrir mig að tvísmella líka á þetta. Þá myndi þetta ljómast upp. Svo fer ég hérna í tenglaverkfærið. Og síða sem á að tengja í eða vefslóð. Og það skal ég segja ykkur, á að tengja í Wikipedia. Og það er 2x2. Og setja inn tengil. Þá sjáum þið, þetta er Wikipedia greinin sem á tengi í, þetta er textin sem birtist á skjánum. Og ég ætla að segja vista síðu. Hérna sérðu skýringamynd af reiðhjóli. Og ef ég smella á þetta, þá var ég að fara inn á Wikipedia greinina reiðhjól. Nú, ég er búin að það er allt í lagi þó þetta sé ekki fullkomið núna. Ég ætla að prófa einhvern veginn seinna að laga þetta. En þetta er semst hvernig maður gerir við sprungið dekk á reiðhjóli. Og þið sjáðu að ég setti svona númerismerki og þá kom þetta sem eins og einhver svona 3 liðir. Ég hefði geta líka sett stjörnu þarna. Þá hefði, maður fyrir að breyta þessu í stjörnu og sýna ykkur hvernig þetta kemur öðruvísu svona upptalning. Þá koma svona punktar. Nú, ég er búin að finna mynd að viðgerðarsetti til að gera við sprungið dekk á Commons. Og myndin heitir þessu nafni Puncture Repair Kit. Og það er ekki allstaðar sem þetta er svona þannig sett upp að ég geti fundið how to use it on wikis. Þetta er eldri mynd. Og það eina sem ég þarf hins vegar að gera er að ég þarf að vita nafni á myndinni. Og ég er búin að afrita það inn í minni. Svo fer ég á wikisíðuna eða wikilagsjuna sem ég ætla að líma hana. Og smelli svo á myndaverkfæri hérna uppi sem stendur á bæta við mynd. Og þá kemur gluggi upp og ég lími inn slóðin á myndina. Og svo segi ég myndlýsing við gerða sett fyrir sprungið dekk og stærð og jöfnuð sjálfgefin og thumbnail
Ég ætla að segja setja inn og síðan ætla ég að vista síðu og sjá hvernig þetta kemur út. Og nú er ég búin að setja inn mynd og það sem ég ætla núna að gera, enda á að gera, er það reyndar, ég ætla að setja inn heimildalista, ég ætla að bæta hérna við heimildir og ítarefni, þannig ég ætla að segja breyta og bæta við nýjum kafla og setja þetta svo sem fyrirsögn, annars stigs fyrirsögn, svo þetta komi sem einn kafli. Og þá er komin hérna þessi 5. kafli og ég ætla að breyta honum og hérna ætla ég að setja tengla í ýmislegt efni sem er fyrir utan Wikipedia og meðal annars hérna það var slóð sem ég notaði, studdist við og ég ætla að setja hérna stjörnu og síðan ætla ég að setja hérna inn tengil og síðan sem á tengi í og það er þetta, texti til birtingar, það er ekki þessi texti, heldur ætla ég að setja annan texta. Og þetta er ytri vefsíða og þá er ég búin að setja þessa tengingu. Síðan ætla ég að tengja líka í YouTube myndband sem er hvernig það verður að skipta dekk. Ég ætla að biðja ykkur athuga þegar ég bætti við YouTube myndbandi þá gat ég ekki notað þetta sama eins og er sér á YouTube, heldur varð ég að taka slóðina sem er efst á YouTube. Þannig að slóðin verður að vera á þessu formi. Þessu hérna, allavega virkaði það ekki.